Það hefur verið sannkallað makrílævintýri við Keflavík og í Keflavíkurhöfn núna síðustu vikurnar og það hefur ekki farið fram hjá mörgum hér og hafa margir skemmt sig við að fylgjast með hvalavöðum sem hafa fyllt makrílnum og auðvitað eru makrílbátarnir á fleygiferð. Við fórum á stúfana og ræddum við verkanda og hafnarstjórann. Miðað við sama tíma í fyrra þá má að segja að makrílvertíðin sé hálfnuð. Hvernig lítur þetta út? Þetta lítur nú bara þokkalega út. Á tímabili vorum við ekki spjassinir en okkur virðist nú að sama trafík sé að myndast núna og var í fyrra. Við sjáum bátana hópast hér á einstöku bletti eins og stéði fyrra og það virðist bara vera stöðugur makríl koma. Einstakur brotavilji hjá makrílnum að komast á land. Það er svolítið sérstakt að hann hópast allir hérna bara við höfnina í Keflavík, undir berginu hjá okkur og út við Helguvíkurhöfn. Já, hvernig hann haga sér er svolítið sérkennilegt. Sumir sem ég hef hitt og eru íbúar hér hjá Keflavík, þeir vil nú meina að þetta sé bara mjög auðskiljanlegt. Það vilja allir vera í Keflavík, meira að segja makríllinn. En þetta er svolítið sérstakt og þetta vekur áhuga fólks. Fólk stoppar hérna með frá ströndinni og fylgist með bátunum eiginlega beint við hliðina á sér vera að draga makrílina borð. Hvernig kemur höfnin að þessari starfsemi? Það er svolítið mikið sem þið þurfið að gera. Já, við erum náttúrulega þjónustuaðilar við sjávarútveginn og við liggjum náttúrulega einstaklega vel við þessum miðum hjá makrílnum, eins og ég segi, það eru kannski metir í miðin. Þetta er mikið álag sem fylgir þessu, starfsmenn eru að vinna hér frá 7 á morgnana og fram eftir nóttu, en þetta er gaman og er mikið líf og fjör. Við erum með ísframleiðslu hérna hjá Reykjaneshöfn og seljum þar af leiðandi ís borð í bátana. Og það kemur oftar en ekki fyrir að við erum orðnir íslausir miðjan dag. Við framleiðum á sólarhring svona 25-30 tonna ís og það dugir ekki til og verður þá að sækja ís í Sandgerði og Grindavík. Þannig að þetta hefur áhrif hér öll Suðurnesin, þessi makrílvertíð hér í Keflavíkurhöfn. Og þetta er gríðarlegt magn sem er að koma hérna að landa á hverjum degi og bátarnir að landa tvisvar og jafnvel þrisvar. Við vitum dæmi þess, kannski ekki ár, en í fyrra landaði einn bátur 5 sinnum yfir daginn og hann var með tæp 30 tonn yfir þann dag. En það er ekkert óalgengt að bátarnir sé að landa tvisvar á dag og með cirka 9 tonn í hvorum róður, 9-10 tonn, jafnvel 20 tonnum. Þannig að þetta er bara gaman. Þið hafið þurft að ráðast í fjárfestingu út af þessu, búin að fjölga krönum við höfnina? Við vorum hér með í fyrra 3 krana við þjónustu og það kom í ljós að það var ekki nóg. Þannig að við fórum í fjárfestingu í ár og bættum við 4. krananum. Ætluðum reyndar að taka út einn af þessum 3 sem voru frá því í fyrra þar sem þetta voru gamall og slitinn krani en við höfum bara ekki komist hjá því að nota hann. Og ef þið sjáið í mynd hér fyrir aftan mig að þá er nýji kranin þessi hvíti, hann ber sig reisulega. Og ég hef ekki heyrt annað heldur en menn séu almennt mjög sáttir við þessa þjónustugetu sem við erum komið með í dag. Þetta eru margir bátar sem eru hérna núna alla daga þegar viðra til veiða? Síðast ég taldi að þá voru 30 bátar búin að landa hér hjá okkur á þessari makrílvertíð. Í fyrra voru þeir 43. Þetta er svolítið mikið. Þetta eru um 600-700 landanir á 2 mánuðum sem er við þjónustu við þessa báta. Og hvernig bera svo menn sig við hérna? Eru þeir sáttir með það sem þeir að bera úr bítum? Það vilja allir meira, það er nú bara eðlislegt. Menn eru reyndar að fá minna fyrir tonni núna heldur þeir fengu í fyrra. Í fyrra var meðalverð á kíló 60 krónur, mér skilst það sé kringum 45 krónur núna í ár. Við tókum á land 5.400 tonn hjá handfærabátunum í fyrra og það gaf okkur cirka 5,4 milljónir í aflagjaldstekjur. Ef það væri sama magn sem kæmi núna, þá værum við að fá 1200.000 tonn minna í aflagjaldstekjur. Þannig að þetta er heldur lítið, en þetta er sterkt gengi sem veldur þessu. Þannig að við fáum kannski jákvætt annar staðar en neikvætt hérna. Miðað við reynsluna þá að þessi vertíð eftir að halda áfram fram í október? Hún stendur yfirleitt svona frá lok júlí og fram í byrjun október. En þungamiðjan er einmitt þessi tími frá svona 10. ágúst og til svona 20. september. Hvernig hefur þessi vertíð farið af stað? Hún hefur farið mjög rólega af stað og er búin að vera, allavega, mikið að veðra víti sem er búin að trufla trillunar og bara minni af makríl.
En hvernig er fiskurinn? Fiskurinn góður, þetta er fyrsta flokks hráefni sem kemur af þessum trillum og ekkert út á það að setja, en hins vegar virðist vera að minni veiði og minni framboð er ekki að skila sér í hærri verð. Hvernig fer vinnslan fram hjá ykkur? Hvernig eru þið að vinna þetta? Við tökum þetta beint af bátunum sem eru bara beint hérna fyrir utan húsi á okkur líka við og keyrt hérna beint inn og við kælum þetta hér vel niður og síðan keyrum við þessu gegnum pokavélar sem eru hérna og þetta er mjög sjálfvirk og skilvirk kerfi sem við erum með og við erum 3 tíma rúma að frysta ganginn. Þetta er heilfryst? Þetta er heilfryst, já. 10 kg öskjur, 10 kg öskjur og þetta er mjög flott vara en því miður mætti verðin skila sér betur. En þetta eru talsverð uppgrip, þetta er ekkert langt síðan að við fórum að veiða makríl hérna á Íslandi? Nei, þetta er náttúrulega með ólíkindum að þetta er siglt hérna í fangið á okkur hérna og við erum nú sérhannaðir í þetta, við erum með uppsjá á línu þannig að við þolum þetta vel og erum mjög ánægðir með þetta og við höfum getað skaffað góða sumarvinnu hérna og góða yfirvinnutíð og fólkið er mjög ánægt. Þetta er svona einhverju 2 mánuði sem endur að ganga yfir? Já, þetta er núna, þetta er svona lok júlí er þetta að byrja og þetta er að skila sér út september. Og hvert fer svo hráefni frá ykkur? Það er nú það er erfiðar að dreifa því þar sem að hérna Rússlandsmarkaðurinn var nú lokaður hjá okkur og það lækkaði töluvert verðin hjá sjómönnum og okkur. Þannig við erum að reyna að dreifa þessu mikið inn á Afríku, Egyptaland á þessa staði og erum líka að vinna í Kanada og Japan. Hvað eru margir sem starfa hjá ykkur við þetta? Við erum, eins og staðan er núna, erum við búin að vera að keyra á 17 manns. Það er ótrúlega fámennt en aflinn er töluvert minni heldur en var í fyrra. Við vorum til dæmis með í lokvertíð fyrra 4100 tonn og ég verð kátur ef við náum 2000 tonnum í ár.